Komið sælir og blessaðir kæru bógamenn. Við ætlum aðeins að kíkja á hátíðisdagana sem framundan eru, svona stutt og laggott, hvað eru að glíma við þar. Og við byrjum á því að sjá hvað mun hátíðirnar færa ykkur. Já. Kæri almætti, hjálpið mér að treysta að það sé plan framundan þó ég sjái það ekki í gegnum óttann og blekkingarnar. Almættið með plan fyrir ykkur, einhver annar fékk þetta spil líka. Þó að þið viti ekki nákvæmlega hvað er framundan, þá er verið að biðja ykkur að treysta því að allt fari vel og að það sé einhver tilgangur æðri ykkar skilningi, ef til vill, í gangi sem að er undir niðri. Þannig að ef þið hafi verið eitthvað óvissir framhaldið, kæru bógamenn, þá eru þið á ykkar leið og það er verið að leiða ykkur áfram. Ókei. Þetta nú jákvætt og fallegt. Vonandi hafið þið ekki verið eitthvað mikið að velkjast í vafa með þetta allt saman. En allt svonalagað er samvinna, sko. Það er frjálsa valið ykkar, hvaða leið þið veljið og síðan kemur almætti alltaf með sitt input líka. Höldum áfram. Hverju þurfið þið kannski að breyta eða sleppa? Aha. Hér höfum við spil sem heitir Fíknir. Og það er verið að biðja ykkur að sýna samhug, samhygð, samúð. Einhver í kringum ykkur er ef til vill að glíma við fíkn. Fíkn getur verið af margvíslegum toga. Oft speglar fíknhegðun mikla vanlíðan manneskjunnar sem að hana sýnir. Reyndu að sjá sannleikann í stöðunni með því að stíga aðeins út fyrir málið, já, og skapa og reyna að opna fyrir fyrirgefningu, þolinmæði og samhug. Ef til vill er einhver fíknhegðun í kringum þig, það getur verið hjá einstaklingi eða einhverju sem stendur þér nær og að þú ert að bregðast illa við eða taka illa á því. Þannig hér er bara verið að biðja þig að sýna þolinmæði og fyrirgefningu og að reyna að sjá það í hjarta þínu að það er mikil vanlíðan að baki þessu sem að einstaklingurinn er að reyna að fela eða flýja eða forðast að takast á við og sá sem ræðir verður að gera það á sínum hraða með sínum aðferðum. Þannig að það er smá líka æðruleysis hugsun sem að þú þarft ef til að tileinka þér, kæri bógamaður. Og þetta kom upp yfir það hverju þú þarft ef til að breyta. Þannig að þetta er kannski verkefni fyrir þig næstu daga og það að sleppa tökum og huga sjálfum með þér og senda bara viðkomandi ljós. Það er ef til eina sem er hægt í stöðunni. Ég segi bara gangið vel með þetta, kæri bógamaður. Nú ef að þú ert sjálfur að glíma við þessa fíkn, þá er eitthvað þar sem að þú þarft að skoða. Og ég óskaði bara allsins besta með þetta. Samskipti yfir hátíðirnar. Við ætlum að tékka hérna og sjá hvort að eitthvað sé
sem þú þarft að glíma við þar. Það virðist bara ætla að verða uppljómun í samskiptum þínum og einhver svona aha moment kannski. Það gæti verið í tengslum við þetta mál eða þennan aðila. Kannski sérðu nýja hlið á hlutunum sem að svona færir þér, lýsi nýju ljósi eða skærara ljósi á einhverja hluti. Þetta þroskastig sem við verðum að tala hérna, uppljómun. Þannig að þetta bara ákaflega jákvætt fyrir þig, kæri bóðamaður. Það að uppljómast og færast upp á hærra plan, það þýðir ekkit endilega það að þú sért að verða eitthvað háheilagur, en það bara ákveðin skilningur sem kemur þarna inn með þessu og nýtt sjónarhorn. Og mér sýnist að vera í beinum tengslum við þetta fíknispil. Ok, höldum áfram. Já, ég glemdi kannski að leggja áherslu á að þetta varðandi samskipti. Þannig að þetta getur verið samskipti þín við aðra í kringum þig, þessar hátíðir, eða samskiptir annara við þig líka. Samskiptir eru þetta alltaf gagnkvæm. Það er allavega einhver framþróun hérna í samskiptum. Hverju megið þið alls ekki gleyma, kæru bóðamenn, hátíðirnar. Það eru meðbræður ykkar. Það er bara alheimurinn sjálfur, jörðin. Sálin þín vill þjóna af gleði, stendur hér. Það að þjónusta, að vera í þjónustu hlutverki, er köllun sem er ákaflega heiðvirð og gefur mikið. Hver er þín köllun? Hvað getur þú gert til að aðstoða mannkynið? Hér er verið að tala um að hjálpa þeim sem get ekki hjálpa sér sjálfir, að vera talsmaður, að vera trúnaðarvinur og að inspírera aðra. Þannig að þetta er einhvers konar hjálparstarf, hvernig sem að þú framkvæmir það. Og það er svolítið verið að meina hérna út fyrir þína nánustu. Umhverfið þitt, nágrannar þínir, samfélagi sem þú býrð í, nú eða bara hjálparstarf til annarra landa. Þetta er eitthvað sem þú mátt ekki gleyma þessi jólin. Og það að senda öðrum heilunar hugsanir og ljós og kærleika, það getur verið ákveðin aðstoð. Og svo getur þetta líka bent til þess að aðstofin sé í föstu formi, það er að segja efnisleg. Margar safnanir eru oft í gangi yfir jólin. Og kannski er þetta eitthvað sem þú ert vanur að gera, kæri bóðamaður, á þessum tíma, á hverju ári. En nú er bara verið að minna þig á þennan þátt. Ok, þá tökum við næsta og það er spurning: hver verður dýrmætasta gjöfin hjá bóðamanninum? Annaðhvort að gefa eða þiggja þessar hátíðir. Það er sköpunar tjáning með sköpun. Það að tjá þig á skapandi hátt, kæri bóðamaður, er dýrmætasta gjöfin þín. Þú ert ef til að gefa einhverjum af þér á einhvern skapandi hátt. Þú gæti verið að búa eitthvað til sem verður þegið með þökkum. Kannski ert að spila eða syngja fyrir fólk eða hjálpa fólki með því að inspírera það, þannig að fólk fái hugmyndir frá þér.
Sköpunarflæði getur verið alls konar og margvíslegum toga. Í hannyrðum og listum og bakstri og matseld og hverju sem er. Þannig að hér er einhver að tjá sig með sköpun. Og svo getur þetta verið einhver sem er að gefa þér líka. Slíkt. Slíkt er sama. Og þetta verður dýrmætasta gjöfin, þessi jólin eða áramótin. Skemmtilegt. Og þá er það óvænta elementið, eitthvað sem mun koma ykkur á óvart. Sjáum hvað það verður. Almættið biður þig að gefast upp, að sleppa tökum. Algjörlega í takt við spili hérna sem fjallaði fíkn og það að treysta því að það sé plan í gangi, þó þú sjáir það ekki, öðlast nýjan skilning á hlutum. Að sleppa tökunum og leyfa bara almættinu að sjá þegar þú sjálfur bogamaður getur ekki gert neitt meira. Þegar þú hefur breytt því sem þú getur breytt, þá verður þú bara að sætta þig við að þú getur ekki breytt neinu í viðbót. Og svo verður að vera flinkur í að sjá hver munurinn er þar á milli. Þetta er æðruleysisbænin í hnotskurn eiginlega. Og þetta er eitthvað sem á eftir að koma þér á óvart. Eitthvað sem áttur ekki von á. Kannski eru þessi hlutir bara að svona koma til þín. Þú ert að uppgötva eða læra nýja leið til að takast á við hlutina með þetta að markmiði. Að vita það að þú getur ekki stjórnað öllu sjálfur, kæri bogamaður. Það að stjórna öllu er í raun og veru ómanneskjulegt. Þannig að leyfðu þér að sleppa tökum og njóttu þess að vera til. Hugsaðu sköpun, það að tjá þig á skapandi hátt. Og aðtöga hvernig þú getur hjálpað með bræðrunum þínum. Þetta er mjög fallegur boðskapur hérna, kæri bogamaður, og vonandi verður þetta góður tími. Engillinn sem kemur til þín, það hafa fleiri fengið þennan engil, skal ég segja þér. Hér vil ég láta vita að það er búið að fjarlægja hindranir úr veginum varðandi eitthvað og öll vinna og jákvæða orkan sem að þú ert búin að vera að leggja á þig, muni flæða á ný eða eftir einhverja erfiðleika. Þú munt ná að upplifa framför og það að hluti mjakist áfram. Vertu þakklátur og með því að sýna þakklæti þá tryggirðu áframhaldandi flæði allra þessara góðu hluta. Þetta er nú aldeilis fallegt, kæri bogamaður. Ég vona svo sannarlega að þú njótir þessa góða tíma. Ljós og kærleikur.